Við ræddum við Rauðaborðið hér í gær í þætti sem við köllum fréttaspjall stöðu menntunar í grunnskólum á Íslandi. Þar kom meðal annars fram að eitt af því sem hamlar brautargengi íslenska grunnskóla framleiðsla á námsefni og þar var í þættinu var kona sem fóru vel yfir það hvernig kennarar eru sjálfir að reyna að búa til eigið kennsluefni vegna þess að ríkið hefur ekki staðið við það hlutverk sem skyldi og við erum alltaf að heyra einhverja hryllingssögur úr grunnskólakerfinu. Það virðist vera meiri ánægja með framhaldsskólana. Ég get nú bara sagt ykkur að þetta fyrsta skipti síðan 1990 sem að ég á ekkert barn, hvorki í leikskóla né grunnskóla. Og þá meina ég sem sagt hvorki fósturbarn né mitt eigið, þannig að ég hef fylgst mjög með þessum málaflokki allar götur frá 1990 og mér hefur fundist krakkarnir mínir þegar þeir fara í framhaldsskóla, þau eru nokkuð sáttir en þau hafa orðið skeptískari börnin mín sem hafa verið í grunnskólum og alltaf sagðar fleiri og fleiri sögur og mjög margt að hugsa. Svo sá ég núna í síðustu viku að Haukur Arnþórsson, stjórnsýslufræðingur, hann gekk svo langt út af PISA-könnunum að segja að kennarar ættu að stíga fram og biðjast afsökunar á því að árangur íslenskra nemenda væri ömurlegur í samanburði við aðrar þjóðir og þetta svona til marks það að við erum öll meira og minna upptekin af menntamálum. Já, í hádegisfréttum í gær í Ríkisútvarpinu var talað um einhvern kennar á Selfossi sem sagði að Inga Sæland væri versti menntamálaráðherra sem við höfum haft. Þetta svona allt fullt af upphrópunum en það líka einhver saga þarna áratugi aftur í tímann sem að mér finnst einhvern veginn aldrei vera sögð og ég ætla að vonast til þess að ég geti komist aðeins á dýptina núna með formanni kennarasambandsins sem mættur hingað til þess að ræða þessi mál við mig. Magnús Þór, vertu velkominn. Takk fyrir það. Hvernig var þessi inngangur? Það var flottur. Þetta var yfirgripis mikil inngangur og mér langar kannski að grípa eitt sem að þú sagðir, sem að ég í mínu starfi hef nú svona kannski haft eilitlar áhyggjur af. Að ég alltaf búin að vera í skólakerfinu, byrjaði að kenna annar á Sigli fyrir 94 og þess að kom inn í bæinn og verið í Reykjavík sem kennari stjórnandi og út á landi og fekk þessa vegtillu að vera kosin sem formaður kennarasambandsins 2022 og ég svona hef af því ákveðnar áhyggjur að raunverulegur áhugi stjórnmálana sérstaklega á menntamálum sé mjög lítill. Já. Við upplifum það, ég held ég geti leyft mér að segja það í kennarasambandinu því við erum frekar þétt eining og þessi eru sjö félög sem eru í 4 skólagerðum að við svona, okkur finnst við oft lenda í yfirborðskenndri umræðu. Við lendum í svona einhverju flóði upplýsinga, þú vísar einmitt í þessar hryllingsfregnir sem alveg bara ágætis lýsing. En þess á milli þá kannski erum við að svona upplifa það þessi lítill áhugi og þú vitnar þarna í frétti í gær hjá skólamanni á Selfossi og ég hef náttúrulega leyft mér að segja það að mér finnst svona sanngirni ekki endilega gætt þarna vegna þess að ef við förum yfir bara frá því ég byrjaði þarna 94 og horfum á til dæmis menntamálaráðuneytið og mínu viti raunverulegan áhuga á málaflokknum, þá ég nú á því að við séum ekkert að upplifa endilega eitthvað nýtt þegar kemur ráðherra sem vil taka ákvarðanir út frá pólitískri skoðun og skiptir kúrs og það auðvitað það sem að mig langar til og það kannski en ástæð fyrir það að mér finnst gott að geta komið hingað og rætt einhvern á dýptina að mér finnst við of sjaldan komast á dýptina og skautum svolítið á yfirborðinu. En skoðum aðeins betur þennan punkt sem þú nefnir að þér sýnir sem að stjórnmálamenn hugi ekki að þessum málaflokki sem skildi. Það í sjálfu sér vekur furðu mína vegna þess að við erum að tala um fjöregg okkar, við erum að tala um börnin okkar. Ég hefði haldið að venjulegt foreldri það væri svona eitt það mikilvægasta í lífi þess að barninu vegni sem best í skólakerfi. Punktur. Ég myndi segja að þetta væri bara eitt af því sem að maður pælir mest í lífinu, flestir foreldrar. Hvað ef það þannig að stjórnmálamenn sýni þessum málaflokki ekki áhuga? Hvað getur þá skýrt það vegna þess að það í rauninni óskiljanlegt? Sko þetta bara góð spurning og ég hef nú
kunningi og vini sem hafa verið niður á Alþingi sem að kannski deila þessari skoðun minni, bara nýlega verið að ræða það. Sko, það auðvitað kannski þannig að mögulega það bara þannig, eins og þú ert að vísi í, að þetta sé svona einhvers konar sjálfstæður hlutur að menn séu svona einhvern veginn með skólamálinn einhvers stór ofarlega. Ef við myndum mæla mínútur sem að menntamálin ræddu á Alþingi versus bara hvalveiðar, þá varum við að tala stórar tölur og við erum alveg hjá kennarasambandi núna aðeins að reyna að velta upp, nákvæmlega reyna að finna okkur einhverjar ástæður fyrir því hvað það sem getur verið fyrir því að við erum komin á þennan stað. Yfirfærsla frá ríkis yfir til sveitarfélaga, var það að hjálpa okkur eða flækja? Það hefur þýtt það að mínu viti að svona áherslur og metnaður fyrir leik- og grunnskólastiginu hefur kannski verið svolítið farið bara eftir hverju sveitafélag fyrir sig, að menntamálaráðuneytið skilaði að mörguldi auðu lengi vel í málaflokkum sem að þá spenntu það bara á, já, þetta er verkefni sveitafélagana, við setjum hérna lög og reglugerð og jafnvel ekki fylgja þeim eftir og það er eitthvað sem við höfum rekið okkur á og þetta er bara góð spurning sem að okkur langar aðeins til að velta upp núna. Gengur ekki um sveitarstjórnarkosningar í vor og að því við erum að rýna í þessar tölur, þetta er yfirleitt meira en helmingur tekna sveitafélag sem fer inn í málaflokk skóla og frístundamála en veist, það var rosalega lítil umræða skólamál heilt yfir. Það fór meiri tími í það að tala snjómokstur og rusl skilur mig heldur en skólamálin og kannski er þetta menning, því núna erum við að bera okkur saman við Norðurlöndin og ég er nú nýlega búin að vera í samtölu við kollega mína þar til dæmis hefur vettvangur stjórnmálana boðið upp á það að hitta það er bara árlega sem að bara ráðherrar og þingmenn þeim er ekki bara gert að koma og hitta hagsmunasamtök og fólk á gólfinu og þar voru kollegar mínir bæði í Noregi og Svíþjóð núna nýlega að fara þetta er eyja hjá Svíjónum og þetta er einhver borg í Noregi sem hefur þetta hlutverk og það hafa meðan þá skildu að vera komnir undirbúnir að vera á þeim stað og við höfum farið fyrir þingnefnd bæði núna og áður þar sem að við greinum það alveg að áhugi fyrir málinu sem við erum að vekja upp er kannski takmarkaður og svo deyr það mögulega einhverju þingnefnd og þetta hef ég alveg áhyggjur af að við séum hérna vegna þess að mér finnst of mikið umræðinni sem þú varst að vísa hérna í áðan fara inn í einhvers konar fyrirsagnarleik sem snýst einstakt máli í einhverjum ákveðnum skóla mjög oft svona neikvæða fréttir sem ná ákveðnum flugi en við förum aldrei inn á það einhvern veginn að rýna onni í dýptina nákvæmlega hvað það er sem við viljum hafa sem kjarna, námsgráðnar okkar og hvað gengur vel, fullt sem gengur vel við ræðum það lítið og sitjum þá eftir með það að við förum aldrei inn í þennan langtíma sínar kjarna sem ég held að sé að gerast og þegar gagnrýnin er núna frá kennurum þá ég left mér að segja það bara að segja það hér líka, hún snýst ekkit endilega bara því einhverja ákvörði núverandi ráðherra heldur því að við erum að lenda stoltið oft í því, ég menn það var ákvörðin Reykjavíkurborg í gær sem kom mér á óvart að menn bara nýr borgar meirihluti Reykjavík áður en að skólaári byrjar ákveður að gera hérna fundamental stórar breytingar á stoðþjónustu kerfi að skólakerfisins áður en að skólinni byrjaður skólaleiðana já og það voru lagðað niður hverfismiðstöðvar í öllum hverfum þú veist þetta eru ákvarðanir sem eru teknar top down mun þetta veikja skólana ef eitthvað er að þínu valdi við náttúrulega þekkjum aftur mögulega er ég líka bitinn eins og kennarinn á Selfossi þegar ég heyri frasan það að þetta er að efla verkferla, þetta er að auka þjónustu við borgarana en það er verið að skera frá tugir einstaklinga sem unnu við afmarkaðan þátt í stoðþjónustu skólans þá sé ég ekki þá hljóð og mynd fara saman og núna hefði ég ekki verið að vinna á vettvangi borgarinnar í 6 ár en ég heyri það á kollegum okkar sem ég ræddi við í gær að fólk veltir því fyrir sér hvernig það eigur þjónustu að skera frá aðila sem að voru að vinna fyrir kerfið sko. Getur verið þetta áhugaleysi sé að einhver leiti tengt því að fólkið sem að tekur þessar ákvarðanir og hefur það svona er í betri helmingi samfélagsins það hefur bjargir til þess að mennta börnin sjálft innan heimilana, styrkja það sjálft, kenna því vinnubrögð innan heimilana. Það stendur ekki allt og fellur með því sem gerist í grunnskólanum. Getur verið að það sé bara orðin stéttaskipting inn á heimilunum sem valdi því að fyrir sum heimili þá þarf ekki skólinn að vera neitt rosalega góður.
Það eru bara farnar margar ferðir á ári til útlanda sem náttúrulega eitthvað besta nám sem hægt að fara í fyrir börn og hérna það bara gætaðar ferðir hingað og þangað og maður sér þetta alveg, það mikil stéttaskipting í íslensku samfélagunum meira en hefur nokkuð sinni verið. Getur verið að þetta sé eina ástæða? Frábær hugmynd, og þetta akkúrat eitt af því sem að rannsóknir benda alveg á það að félagslegur bakgrunnur og samsetning í hverfum hefur mjög ríkjandi áhrif á það hvernig skólastarf virkar og þetta held ég sé bara einn punktur sem við þurfum að ræða og akkúrat fólki sem tekur ákvarðanir og ég hef stundum sagt það sko að besta gæfan sem að ég hef vorið fyrir skólaferlinu er kannski annars vegar það að detta inn í samfélag með mikinn félagslegan bakgrunn ólíkan, það sem ég var að snerta á fólki með mjög ólíkan bakgrunn og svo þegar ég lendi því að eignast barn með námserfiðleika að upplifa skólakerfið í gegnum það breytir ákveðin upplifun og ég hef alveg leyft mér að segja það Björn, í mörgum tilvikum þá er það þannig að við sem að stýrum umræðin skólamál mörgum okkar gekk bara býsna vel í skóla, okkur leið bara vel í skóla og við skiljum ekkert út einhverju breytingarna verða, til dæmis breytingar sem eru núna verið að ræða varðandi einkunnagjöf, það sem að ég hef alltaf sagt, þetta snýst ekki einkunnagjöfuna A eða 10. Hvað ár ertu fæddur? 71. Þannig að ég gengi gegnum samræntpróf og bara var með heppið mína skólagöngu, það er mjög sterkt félagslegt bakland og var á góðum stað við litlum sveitarskóla út á landi sem ég held hef sinnt mikið til þjónustu við okkur, en það sem ég kannski vísa í það að við eins og þú segir, við höfum ákveðna birtingamynd skóla, við tökum ákvarðanir og það er alveg í rannsóknum sem sýna það að það lag sem tekur ákvarðanir er líklegast til að horfa til síns bakgrunns, það er bara þannig sem það er og þú ert að vísa, ég er sammálaðið Björn, að það er stéttskipting og það er auðvitað eitt af því sem að PISA-prófið síðasta sýndi. Sem þýðir það að grunnskólakerfinu mistókst hlutverkið sem við ætluðum grunnskólakerfinu að jafna stéttamenn. Ekki satt. Og það að því þú opnaður á PISA og það er auðvitað það sem að Haukur er nú ekki hérna með okkur sem að því þegið að hafa hann. Og vel að merkja, ég bauð Hauki og Magnúsi Þór að hittast hér og rökræða grein Haukur aftakkaði þannig að honum var boðið. Gjör svo vel. Já, en það sem ég er að PISA bendir okkur á það síðast. Því PISA-prófið hefur á Íslandi haft þennan stimpil að við ætlum að taka þennan mælingaþátt sem er sannarlega ekki að standa, við erum ekki nógu góði í, sem er læsi náttúrufræði, íslensku og starffræði og eftir hverja PISA-könnun þá kemur umræða, dugar í 14 daga á yfirborðinu en fer kannski ekki á dýftina. En eitt af þessi PISA-prófið sagði okkur síðast sem að við vorum að benda á og náði umræða ákveðin tíma er þetta, það er merkjum það að stéttskipting og áhrif á félagslegs bakgrunns sé að aukast á Íslandi og þetta eru hlutir sem að við viljum stundum ræða, akkurat þetta hlutverk sem að þú ert að vísi sem við teljum að hafi verið gegnum gangandi í okkar samfélagi að skólinn eigi að vera jöfnunartæki, skólinn á að sínu verkefni sem jöfnunartæki og námskráin sem að við erum að vinna með núna sem að er sett í gang 2008, 2011 lögtin, 2014 og námsmatið sem fylgdi því beinlínis lagði þær skyldur á okkar herðar að við ættum núna að vera ennþá ákveðnir í því að koma til móts við börn með ólíka eiginleika, með ólíkan bakgrunn við erum auðvitað vissulega komið alltaf að mynd í íslenskt samfélag sem við erum verið að koma með nálgast 20% nemendur okkar sem hafa ekki íslensku sem upprunalegt mál og er með að tala jafnvel ekki íslensku á heimilinu að okkur er gert núna að fara inn í það verkefni og við þess vegna þegar PISA-prófið kemur og það segir líka hvað okkur gengur vel í, við erum með eitt hæsta traust nemenda til kennara í heiminum og við heldum hér ráðstefnu 2025 sem OECD bað okkur að halda til þess að ræða hvað okkur gengi vel með að við eigum svolítið að vera að horfa inn á þetta stóra hlutverk kerfisins sem að hefur algjörlega verið þarna Björn og það er þetta samnorræn hugmynd að skóli í samfélagi sé jöfnunartæki og þá er þetta alveg mjög valid og góð umræðum það hvernig ætlum við að sjá til þess og þá verðum við pínlítið að passa okkur á það í efsta laginu ná í gegn raddirna sem er að kalla eftir þessu en of oft hefur umræðan orðið afmarkaðan þátt eins og hvort þetta á að vera A eða 10 eða hvernig við erum að skora í nákvæmlega náttúrufræðinni við þurfum að vera tilbúin að fara lengra og þar hefur algjörlega mínu viti skort vilja stjórnmálana, hvort það er sveitarfélög eða ríkið til þess að ræða þá eftir síðasta PISA-próf var farið í verkefni sem að var bara býsna tímafrekt, það voru 11 fundnir haldir þar sem að menn voru að leggja til og þar fóru vettvangurinn, ríki, sveitarfélag, KÍ, foreldrasamtök, opni fundir, þar sem voru lagðar til tillögur og það var gert haustið 2024.
Þær tillögur eru bara ennþá í ríki vegna þess að svo verður skipting í pólitíkinni og það er ég ekki að segja að það sé neitt verra eða öðruvísi þegar þessi stjórnarskipti verða, heldur bara almennt í gegnum tíðina. Það koma alveg 3 nýjir flokkar til valda í valdstjórninni og þessar tillögur liggi í skúffu síðan. Núna að koma 8. september niðurstaða PISA-prófana. 3 menntamálaráðherrar líka bara á stuttum tíma en náttúrulega ekki heldur til að hjálpa. Nei, svo er það nú bara þannig, Björn, saman hvort er þú með þáttastjórnununa hjá þér eða ég inn í KÍ, við tökum með okkur persónulega eiginleika sem er lögum að vinna okkar. Það er auðvitað þannig sem þeir, þannig að fá 3 að mínu viti góða einstakleika sem persónur inn í verkefni breytir þar En þegar við fáum, og ég vona það núna, að þegar að PISA-niðurstaðan kemur og ég veit ekkert hvar hún kemur, þá vona ég það við horfum. Haukur segir hún verið vond. Já, ég vona verri en áður. Ég vona hún hafi batnað, því við erum að vona það. Ég vona það alltaf, því að PISA-prófið skiptir okkur máli. En þá við þurfum líka að passa okkur á því að þeir eiginleikar þar sem að PISA-fólkið og OECD-fólkið segir, herru, hér er Ísland að ná frábærum árangri, við þurfum að þora að lyfta því. Þetta traust, þessi líðan barna í skóla, lítið einelti, eitthvað sem við höfum verið að vinna í sem hluti af, sem hefur klárlega, Björn, verið betra frá því ég var í skóla og þú varst í skóla, þá er það okkar tilfinning og PISA-prófið segir það líka að þessir þættir við gengi vel, þá þurfum við að horfa til þess og þar þurfum við líka að þora að taka þessa umræðu sem að PISA bent á síðast, auknast stéttaskiptingu. Í prófinu þar á undan fengum við bara þá niðurstöðu að við höfum brugðist börnum með annað tungumál en íslensku. Þær niðurstöður náðu heldur ekki gegn vegna þess að við vorum upptekin af ákveðnum þætti sem mögulega hreyfði við okkur í þessu forréttinda lægi sem að kannski metum það að skólastarf skuli metið út frá þessum þáttum en ekki öðrum. Já. Nú langar mig að fá að telja upp nokkur atriði sem að út frá mínum sjónarhóli sem foreldris hafa reynst áskoranir fyrir grunnskólastarf. Ef við byrjum á nýjum Íslendingum, innflytjendum. Ég hef 8 börn í skólastofu þar sem meira en annað hvert barn í skólastofunni var erlendu bergi brotið. Ég hef hlustað á lýsingar fordómalausra og frábæra barna minna og vina þeirra af ástandi í skólastofu og ég hef borið það sama við þegar við vorum 7 í tíma, öll úr sveitinni, Mývatnssveit. Og hvað er 40 deilt með 7? Það er 6 mínútur. Hvert okkar fekk þá 6 mínútur af einbeitingu og athygli og það voru engir aðrir þættir sem trufluðu. Það er náttúrulega ekki þetta að líkja þessu tvennu saman vegna þess að athyglinni í skólastofunni fyrir mjög oft eðlilega á þá sem þarf að hjálpa til, eiga í ströggli með tungumálið og svona. Hvað verður miðuna, hvað verður afburðanemendurna? Er líklegt að þú fari bara að horfa út gluggann og þú missir hægt og rólega trúa á þetta kerfi sem þú hluta á og svona? Þetta er eitt. Annað eru náttúrulega augljóslega þessar tæknibreytingar. Að við erum miklu minna á vaktinni gagnvart menntun barnan okkar. Við erum öll meir og minna bara fjarverandi. Við erum öll í okkar eigin heimi og það er augljóst að það sem var norm hjá mér að maður kendi sjálfur barninu að lesa og maður lægi bara upp í sófa með bók og maður liti svo á sem að barnið ætti helst að vera læst þegar það, jafnvel bara í leikskóla, að þessi stemning er á undanhaldi. Þannig er mjög mikil samfélagsbreyting sem hefur orðið. Tíminn við ráðstöfum honum að einhverju leyti. Þetta er ekki kennurum að kenna. Þetta er ekki grunnskólakennurum að kenna. Þetta er alfarið bara heimilin og hvernig þau hafa brugðist við einhverjum tæknibreytingum. Svo er það gæði kennara, gæði kennslu. Við þekkjum það, Magnús, að margir á mínum aldri segja grunnskólakennararnir í mínu sveitarfélagi voru gáfaðasta fólkið í hreppnum. Ég er í þeim hópi. Ég lít þannig á sem að kennararnir sem kendu mér í Skútustaðaskóla í Mývatnssveit hafi verið gáfaðasta fólkið. Og mér skilst á einhverjum tímapunkti hafi kennaralaun verið bara ígildi þingmannslauna, ég þekki það nú ekki alveg, en ég held að þetta fólk hafi verið ágætlega launað. Ég man þegar fólk fór að bera minni virðingu fyrir grunnskólakennurum heldur en hafiði verið,
þegar einmitt bara breytingar í veröldinu eru til þess að við urðum meðvitaðir önnur tækifæri. Við vildum fá meiri laun heldur en fælust í því að fara í kennsluna. Ég ætla ekki að segja að það hafi orðið brain drain, en ég ætla að segja að manngerðin sem fór í kennslu, hún í stað þess að þetta væri eins og það í mínum huga afburðafólk, rosalega hæft fólk, bara okkar besta fólk sem að fekk rosalega mikið út úr því að fara í kennslu og mikla styrkingu innan samfélagsins. Ég ekkert endilega viss að okkar afburðafólk hafi svona leitað sérstaklega í kennsluna. Þetta eru, ég gæti haldið áfram. Byrjum á þessum. Ég ætla að byrja á þessu og sko, þú þarft ekkert að tæta allt sem ég er að segja, lið fyrir lið. Ég bara segja frá þessari tilfinningu. Ég man líka þegar strákurinn minn var 8 ára og kennarinn hans hafði leiðrétt að einhver fór undir brúna sem á að vera með einu enni en kennarinn sagði að þetta vera með 2 ennum og ég man sko, ég stóð í stappi við kennarann að nei, fyrir ekki, þetta er ekki rétt hjá þér, íslensku kennarann. Ég er ekkert að segja þetta sé sanngjarnt dæmi. En ég man líka eftir kennara sem að lét einn baldi nemanda sitja svona heila kennslustund. Er það ekki betra að reka því út? En fyrst og fremst held ég að plús það sem ég hef nefnt, þá held ég kannski að fyrst og fremst hafi ég upplifað vandræði grunnskólakennara við að bregðast við alls konar hlutum í kennslustofunni. Og sko, mér var hent út úr tíma og ekkert vandamál. Og þeim sem var hent út úr tíma, hann skammaði sín fyrir það og hann sagði helst ekki foreldrar sínu frá því. Núna hafið þið verið að segja okkur að við foreldrar sem orðin svo klikkaður hópur að ef barnið okkar fær ekki bara einhverja frábæra einkunn, þá mætum við bara með lögmanni inn á skrifstofu til skólastjórans. Þú veist, það er svo ótalmargt sem við gætum rætt. Já, sko, ef við byrjum aðeins á krökkunum sem að hafa ekki íslenskuna sem móðumál. Og þar hef ég náttúrulega bara tilvægt langa reynslu. Ég er þegar ég kem að norðan, þá fer ég að kenna upp í Breiðholti og þar er annar 2 skóla sem Reykjavík velur til þess að verða móttökuskóli fyrir krakka og þarna erum við að taka alla krakkarnir sem voru austan við 11 árnar, sem er Árbæri, Grávorum, Breiðholtið og þetta verða á fyrsta ára ef ég man rétt 11 krakkar sem eru þarna að koma inn, ólíkan bakgrunn og það er okkar verkefni einhvern veginn að búa til verklag í kringum þau. Og það sem við gerum þarna er klárlega þannig að þá búum við til, eins og þú ert að lýsa skútustöðum og ég náttúrulega var í svipuðum skóla, við vorum 5 strákar alla á Eiðum, þannig að ég þekki þetta ágætlega dæmi. Og það sem gerist þarna er það að við reynum að búa til þessa litlu einingar og við erum að búa til einingu og við erum að svo leið aðlaga krakkan inn. Og þetta eru svona 2, 3, 4 ár þar sem að þetta er svolítið leiðin, svo náttúrulega hittist það þannig á að það fyrir að aukast töluvert fjöldi barna inn í kerfunum og svo stuttu seinna verður efnahagshrun þar sem voru gríðarlegir niðurskurðir í skólakerfinu og þar til dæmis ákveður Reykjavíkurborg að loka þessum úrræðum og setja börn út í bekkina. Í dag erum við komin í það að vera með 20% nemenda þarna og þetta eru 8.000 börn í kerfinu okkar sem að búa við þennan raunveruleika og við höfum nú verið að ræða það og því að menn lyfta svolítið upp ráðherranum. Inga var mjög skýr þegar hún kom á þingið okkar og tilkynnti svona fyrsta þessa einkunnabreitingu, þá vildi hún ræða hópastærðir og þú kemur inn á þetta sem er bara akkurat eitt af reiknistæmunum sem við höfum bent á. Það er þannig að ef ég er með 16 börn sem var nú svona algeng stærð á þessum tíma þegar ég er í Breiðholtinu, vissulega raðaðir bekkir í unglingastiginu sem að þýddi það að þeir gátu verið fjölmennir í hópum sem þurftu litla kennslu og bara sáu svolítið sig sjálf að bekkirnir, að breytingin klárlega verður þessi og þetta hefur hrunið ákveðna vísun í því að þá fara menn að segja, við ætlum að fækka kennurum því það er þeir sem kosta, þá verða menn að stækka námshópana og þetta höfum við auðvitað sagt
bara ég sem skólastjóri áður, þetta bara stundum þarna, að þú veist, áður við fyrir að taka bara þetta verkefni sem að kemur með börnum sem þurfa að aukna þjónustu, þá það að vera með þessar 7 krakkar sem voru í þínum skóla eða vera með 24 nemendur eins og var farið að gerast í Reykjavík. 7 krakki bekk. Já, sorry, í bekksmeti ég, fyrir ekki, að vera með 24 krakka, þá það þannig að þú ert að fá rúmlega mínútu á barn. Þetta það sem við erum að tala um. Og þess vegna hefur til dæmis umræða núna í Danmörku sem að ríkisstjórnin að fara að setja upp núna, ég það svo sem það að fá nánar útlistin á því að þau vilja setja hámark í bekkjarstarfum í yngstu hópunum. Út frá nákvæmlega þessu verkefni að þar viljum við búa til ákveðin þátt. Og fyrir okkur, ég stundum sagt það, vegna þess að við þessir orginal Íslendingar sem fættust hér og eru eigum baklönd aftur á 11. öld á strandirnar eins og ég, við erum alltaf að hætta eignast börn, sko. Við erum komin niður í 1,5. Þannig að skólakerfið okkar hefur stækkað og jafnvel verið viðhaldið með því að þessi börn hafa verið að koma inn til okkar. Men ef við myndum ákveða það einn daginn að sem stundum umræða það að leysa þetta og börnin geti ekki komið að 8.000 börn eru 20 hagaskólar sem ætlum þá að fara að loka það ekki og það sem við þekkjum út á landi það sem við erum að tala um það að samfélög jafnvel lifa vegna þess að þarna eru fólk erlendu bergi að flytja og taka upp vinnu sem að við höfum kannski ekki verið að gera. Breytingi núna, Björn, sem ég held að muni vonandi leiða af sér það og auðvitað vona ég það Inga haldi áfram þeirri vinnu sinni að rýna í þessar hópastærðir sem að við höfum bent á sem sennilega mestu ekki bara sko vinnuumhverfisbreytingu, heldur bara kjarabreytingu að kennarinn fái nægilegan tíma til að sinna öllum börnum. Snertur auðvitað líka hinn hópinn sem að var kannski ekki með okkur í skóla eða með okkur í bekk krakkar sem eiga við mikinn námsvanda, fjölþætta námsvanda sem að stendur á ólíkum þáttum sem getur enda bara verið félagslegu bakgrunnur en líka greiningar krakkar sem að ég held að hafa ekki liðið vel í skólanum okkar og við heyrum það alveg þegar við erum að heyra lýsingar fólk sem var í stórum bekkjum í Reykjavík og sem að fengu bara ekki þjónustuna. Við erum sammála það að dæmið skóli án aðgreiningar þar sem að þessu verkefni fylgdi ekki fjármagn og þetta var ekki undirbúið sem skildi þá var þetta sumpart misefnað. Hálfið sammála og bara það lykilatriði sem við líka verið að benda á bara í langan tíma sko, fyrir okkur sem að þekkjum til út á landi ég kem á Snæfellsnesið 2015 þá ég í samfélagi sem 20 kilometrar frá næsta bæjarfélagi þar hefur bara skólinn haft það hlutverk að sinna öllum og þar var, mínu viti þegar ég labbaði þar en það var alveg gaman að komast að því þar gerðum við sitt allra besta hins vegar vitum við það líka að svona sérfræðið þjónusta og svona þekking samfélagsins að taka ólíkum málum var kannski erfiðar heldur í stærri samfélagunum. En þannig við svolítið að vinna með akkurat þess umræðu sem ég myndi svo vilja fá vegna þess að ég bara fullyrði það að eitt af stóru verkefnum okkar núna að koma til móts við þetta breytta landslag og það sem að gerast núna sem töluverð breyting. Þegar við vorum hægt í Breiðholtinu þá var þetta Breiðholtið, þetta var Austurbæjarskóli og svo Norðlingaholtið þegar það byggist, Grafavogarinn einhverju leyti. Þegar maður kom út að landa ára ákveðin samfélag sem að byggum við þetta verkefni, önnur ekki. Í dag erum við bara komin með 8.000 börn og þau snerta, ég myndi halda alla skólanlandsins og í allavegni Reykjavík og allt önnur umræða. Þannig að síðustu 2-3 árum hefur áherslan finnst mér orðið dálítið meiri og ég vona það að menn haldi því áfram að það sé það sem gert. Svo varðandi sko ég nú kennarasonur þannig að sennilega var þetta gáast á fólki í sveitinni sko, þannig að ég veit hvað það meina þar. Ég aftur á móti sko mér finnst við, og hafum við verið skólastjóri í 20 ár, mér finnst við vera með mjög hæfan kennarahóp. Við erum að bregðast við allt öðrum aðstæðum. Við vitum það að efsta lagið í samfélaginu okkar hérna í þessum samfélagum sem við þekktum voru auðvitað mælikvarðinn var oft þeir sem voru viðlesnir og kunni lagsnes fram og tilbaka. Ekki bara í kennslu heldur bara í öllu samfélaginu. Breytingin okkar verður klárlega það að við förum að svona segja það að það sé ekki bara gott að vitur á bókina. Það þýðir það áherslunar breytast og það þýðir líka það að autoritetið sem að kennarannum var gert og einhverju leyti kannski ekki alltaf rétt. Ég er ekkit viss um það hafi verið gáfulegt, ég var líka hent út sko. Það var skilvirt. Já, það var skilvirt, en ég er ekkit viss um að það hafi verið svo leið sem að var réttust í öllum tilvikum. En sjáðu sko, munurinn á þessum tíma og tímanum í dag að þá voru hagsmunir heildarinnar. Þeir voru einhvern veginn í forgrunni
og það þótti í lagi að eitt og eitt barn fjall á milli skips og bryggju. Núna með því að við viljum ekki eitt einasta barn falla á milli skips og bryggju, þá erfiðar að einblína á hagsmuni heildarinnar og þarna verður bara klemma. Þarna bara innbyggð menningar klemma vegna þess að réttindi einstaklingsins eru stór aukin í dag með það sem var. Og þarna ertu bara, þarna held ég að skólinn sé bara algjörlega birtinga með þetta samfélag sem við búum við og þarna ég alveg sammála og við höfum alveg bent á það að ég held að hlutverk okkar skólans sé að mörguleiti annað heldur en var vegna þess að við vitum það að þegar við vorum að taka próf þá þurftum við að kunna allar höfuðborgir Evrópu utan að vera tilbúin að segja hvað var helsti atvinnuvegurinn í Úkraínu sko. Og það í dag þetta í rauninni eitthvað sem að við vitum bara að við finnum út bara með því að opna síman og við erum búin að fara allir þessar landa sem var bara draumóra þegar við vorum ungir og maður geti bara farið að skoða þessar höfuðborgir. Breytingin sem við höfum verið að benda á það að við teljum að skólarnir sé að verða virkilega alltaf stærri og stærri samfélagslegur þáttur sem að snýra því að við séum undirbúa börnin okkar undir það að vera í samfélaginu og þar erum við ekki síst að tala unglingastig grunnskólana og hvað þá framhaldsskólana þar sem að við erum í dag komið með það að 97-98% barna fara grunnskóli í framhaldsskóla. Það er þetta gríðarleg breyting frá því að ég var í skóla þar sem við vorum svona 75-80% og hinni fóru bara og fóru að vinna og voru svo komnir í og voru komnir meira próf og voru komnir miklu meiri pening en ég þegar ég var að dröslast í það að vera kennari sko. Að þessi samfélagsbreyting er eitt af því sem við viljum alveg ræða vegna þess að ég held að það sem þú ert að vísa í með samfélagskendina, hún á bara við allt einhvern veginn. Að það er orðið dálítið þannig að stundum finnst mér samfélagslega vitundin okkar lítil út í lagra haldi fyrir því að ég hef rétt á þessu hinu, hvort sem það er einmitt að ruslatunnar mín sé sko sótt 12 daga, en ég vil helst ekki borga fyrir það að það sé einhver einstakling sem kemur á 12 daga fresti en ekki 15 daga fresti og það er eitt af því sem að ég held að sé það hlutverk sem við höfum verið að stíga inn í en höfum kannski ekki náð einhvern veginn samtal það og það sem þú talar foreldra sko. Ég auðvitað kem inn það var einu sinni hringt heim til mín og ég labbaði 3 klukkutíma heim svo ég vissi að ég geti ekki 10 mínútur þegar það var hringt heim þá hafði maður gert eitthvað aftur og ég hefði sko fallið skólabjöldun og fannst ekki aftur svo gengið inn í skóla 94 alltaf skemmtilegt að 94 þegar ég byrja að kenna þá eru þetta samskipti við foreldra mjög lítil og við erum bara að byrja þarna og ég náttúrulega fyrir ekki dóna því að skólinn sem við byggum til þar sem við vorum svo farin að eiga samskipt við foreldra hann var skilvirkari og betri fyrir mig sem kennar og fyrir barnið sem ég var að vinna með hins vegar er það þannig og það held ég að skipti mjög miklu máli að við sem samfélag einmitt ræðum þetta sem þú ert að vísi í sem er bara hárrétt að núna erum við einhvern veginn komin á þann stað að samskipti lítils hóps foreldra er farin að hafa áhrif á það sem við erum að tala og þá velti maður einmitt fyrir sér og ég hef alveg sagt að ég hef fengið svona samtal eins og þú ert að lýsa þar sem fólk vil koma og lýsir því að réttur bassi sinns sé þetta stjórnarskrálinni eða hvernig þetta allt er og það er þitt hlutverk að koma barninu mínu á þennan stað í náminu það er bara minn réttur sem þegnir þessa lands þannig erum við komin á eitthvað stað sem að mun ekki nýtast okkur sem samfélag og við eigum að þora núna, bara sem samfélag að setjast aðeins yfir það sem þú varst að lýsa þess vegna kalla ég stundum eftir þessar umræði við pólitíkina hvort sem við erum á sveitarstjórnarstiginu eða landsmálunum, hvernig ætlum við að vera þarna við ætlum ekki að vera á þeim stað að skólinn sé settur í það hlutverk að eiga þjónusta þar íturstur kröfur sem ákveðin foreldri eða foreldrahópur vill við ætlum að búa okkur til samtal það hvernig við getum náð saman skólinn og foreldrarnir það komið til móts við það hvað skólinn getur gert og hvað heimilin geta gert þarna eru rosalega mörg góð samskipti í gangi en því miður er það okkar tilfinning að þessi þáttur sem að þú ert að vísi sem er bara rétt að við fáum svona þessa réttinda bara á eina golf til okkar að það sé bara okkur beri að koma til móts við hvernig þetta einstakling með þessum hætti sem hún lýsir þar séum við komin út á einhverja braut sem að sé mjög hún sé varhugaverð og hefur áhrif á einmitt ímynd kennarans og bara starfsánægja og líðan sko ég líka bara hef ég veit ekki hvort ég að segja áhyggjur en mig grunar að óbreyttu eftir 10, 15, 20 ár þá verði bara enga kennsla hér í grunnskólum það verði bara ég segi ekki ríkjandi en það kemur ekkert óvart þótt sko hlutfall
einkareikina grunnskóla þar sem að foreldrar myndu borga eitthvað auka gjald að þeir hefðu bara sprottið upp eins og gorkular. Hvað segirðu það? Svíjarnir lentu þarna að því við erum ekki búum ekki bara, við erum eiga en við erum ekki eilandi í samfélaginu. Svíjarnir fóru þessa leið að dálítið opna á þetta, það myndi svona að skólar gætu farið aðra leiðir og fengi fjármögnun til þess að fara sína braut og þetta klárlega gerist og Svíjarnir eru núna vind ofan því að menn voru komnir út allt og það var fyrst og fremst hlutverk skólans að skaffa ákveðna þjónustu svo börnin kæmust áfram ákveðna ákveðin stað og það auðvitað gerist að þegar við ætlum að fara á þennan stað að það verði hlutverk skólans að koma ákveðnum hópi á ákveðin stað, þá erum við búin að glata því sem við vorum að tala áðan, mikilvægasta hlutverki skólakerfis, það er það að koma til móts við allt samfélagið og ég hræðist það í umræðu til dæmis miðstýrðar einkunnagjafir eða hvernig þetta allt þá erum við að tala kerfið sem þjónaði því að geta flokkað fólk í ákveðin hver er mikilvægur, hver er ekki mikilvægir og það sem þú ert að lýsa Björn er náttúrulega bara alheimsvísan og það er alltaf, því vorum ekki komin inn á tæknina, það er alveg þannig að núna eru samfélög farin að segja það ákveðin samfélag sem eru komið lengst í tækninni að nú er bara hlutverk kennarans aðalega það að halda ró í kennslustofunni þar sem börn geta bara lært sjálf í gegnum gervigreind og þetta er bara að ég núna er að fara til New York núna í næsta mánuði sem hluti af Evrópusamtökum þar sem á að ræða stöðu kennslu í heimi gervigreindar. Þetta er náttúrulega hryllileg framtíðarsýn og þetta er bara að gerast það er bara ákveðin lönd sem var sett inn í lagaumhverfið sitt og eru komin þarna og þannig erum við með að benda á að þetta er hættan sem þú ert að lýsa að við tökum þetta fræðslu hlutverk sem að getur klárlega að fara einhverju leiti fram bara inn á þeim heimilum sem ráða við það eins og þú sagðir, ég er hjartanlega sammála því sumir geta þetta, aðrir geta þetta ekki svo getur gervigreindin hjálpa þér og þá erum við verið að segja, þá verðum við að vera vissum það hvað viljum við að skólinn sé við viljum að sé samfélag, við viljum að börn geti þar verið að rækta sína hæfileika í samfélagi annað fólk sko. Skólinn verður að minnsta skólastofan verður að minnsta kosti að vera leiðbeinandi hvað var að verkstjórn og línur algjörlega. Og strauma og stefnur algjörlega og þar kemur eins og þú ert að tala og þar skiptir það máli að því ég hef nú verið inn í kennslustofum það skiptir mjög miklu máli að vera í verkstjórn þar sem þú ert með 15 börn eða 25 það bara skiptir miklu máli og þegar að hópurinn sem er 25 börn er orðin þetta fjölbreyttur sem þú ert að vísa í bara hjá þínum börnum þá þarf ég að leggja miklu meira á mig og svo bætu við því við sem þú ert aðeins að lýsa hérna áðan sem að ég þarf að horfa á þáttinn ykkar í gær, ég náði því ekki sem er bara hinn raunverulega staða að svo höfum við pínlítið brugðist sem samfélag varandi 2 þætti sem að er lykilþáttur þar annars vegar námsgagnagerðin sem þýðir það að þegar ég er með hann 25 barna hóp sérstaklega ef ég er á miðstiginu á Íslandi sem ég hef bara heilmiklar áhyggjur af þá þarf ég líka að búa mig til námsefni ég fæ það ekki og það eru við á Íslandi klárlega að skera okkur úr við erum bara ekki að fara nema til Færeyja sem eru að gera þetta miklu betur við sem er fór ríkistyrki sem að við sjáum það að koma nýjar námsbækur við erum að kenna 30, 40, 50 ára gamla námsbækur sem að tala ennþá Sovétríkin Myndir þú segja að grunnskólakerfið í Færeyjum sé betra en hér á landi? Ég sko, við erum náttúrulega miklu samstarfi Ísland, Færeyjar og Grænland en það er alveg klárt mál að þeir hafa betri stöðun við til dæmis varðandi námsgögn, alveg klárlega þeir eru með miklu hærra hlutfall fagmenntara kennara Þakkar það bara öðruvísi hugsandi stjórnvöldu? Ég held það og svo verð ég auðvitað að taka á mig líka af því að við erum hlut af kerfinu og PISA mælir kerfin og við verðum líka að horfa á það að við sem ég í mín hlutverki sem kennarasambandið ég þarf einhvern veginn að sjá til þess að við náum betri árangri þannig ég ætla ekki að benda þessu bara á stjórnvöldin Þessi hnignun, við erum sammála um að það ásistað ákveðin hnignun, ekki satt? Jú, Þessi hnignun er væntanlega samspil margra þátt Algjörlega Væntanlega Ekki satt? Jú Og ef við tökum ef við tökum ábyrgð kennara og tjáningu kennara af því að það var pælingin upphaflega að þið myndi hittast þú og Haukur og af því að Haukur segir hann sem sagt krefst þess að þú og þínir kollegar kennararnir þið bara biðjist afsökunar á ömurlegum árangri íslenskra barna í PISA sem að hafi verið í frjálsu falli. Hann kallar þig orðhvatan formann kennarasambandsins, daglegan gest hjá flestum fjölmiðlum, en sem sagt telur að þig skorti auðmýkt og ykkur kennara bara skorti auðmýkt og ykkur skorti
skilning á því að þið eigið einhvern þátt í þessu sem að sé ekki hægt að benda öðrum á. Hann segir, kennarar hafa lengi verið harður þrýstihópur hvað varðar laun og menntunar tækifæri og þjóðin hefur stutt á í áratugi. Nú eru kennaralaun orðin allgóð og menntun kennara með því lengsta sem þekkist í heiminum, en þá bregður svo við að þeir kenna nemendum ekki jafn vel og kennarar annara þjóða. Ef þú bara bregst við svona nokkrum af þessum punktum. Það er held að Haukur sé ekki hérna með okkur, það er alltaf erfitt að tala um fólk sem er ekki við hliðina á manni, en sko, það er bara klárt mál að PISA mælir kerfi. Og kerfið auðvitað er kennarar hluti af kerfinu. Og þess vegna, ég er náttúrulega búin að vera í þessu hlutverki mínu sem skólastjóri núna í 20 eitthvað ár. Ég hitti náttúrulega bara í mínu starfi reglulega OECD og yfirmenn PISA-prófana og síðast út í Íslandi í vor hittu við þau það sem að vera að ræða nýjar áherslur PISA sem eiga að vera dálítið að horfa til þessa félagslega bakgrunns og félagslega þáttar. Það sem Haukur auðvitað segir sem að sko að því hann þyrfti nú bara að horfa til það sem við sögðum eftir síðasta PISA-próf og ég bara fullyri það að það er enginn sem að hefur meiri áhyggjur af námsárangri barna heldur en kennarinn sem að kennir þeim og það er kannski það sem að er alltaf erfitt þegar við ætlum að slíta einhvern hluta út svo reyndar sá ég nú í einhverjum umræðum á einhverjum skólaþróunarspjalli að Haukur var svolítið að meina að hlutverkin menntamálaráðherra formaður kennarasambandsins eru það einhvern veginn að vera einhverju hlutu, hann er mögulega að vera eitthvað svona stjórnkerfisumræða sem ég vilja spyrja hann spyr að kennara þess að gefa eftir vald. Við teljum okkur ekki hafa það vald sem hann er að segja okkur við maður gefa eftir, þess að valdi liggur hjá kerfinu og þessi eins og ég var að tala um áðan að þegar við erum komin með kerfi sem að hefur ekki gengið vel að tala saman, menntamálayfirvöld sem ber ábyrgð á lagasetningu á framhaldsskólanum og svo sveitarfélög sem eru það jafnvel, eins og þú veist tölvöld er yfirleitt ríkis og sveitarfélag sem hefur þýtt það að til dæmis námsgögn og hitt sem hefur algjörlega setið á hann starfsþróunarkaflinn hefur verið með einhverjum þeim hætti sem við viljum ekki gera. Við teljum okkur og það er okkar hlutverk þegar að koma niðurstöður og það held ég að við höfum gert í gegnum tíðina þá höfum við lagað okkur að einhverjum ákveðnum þáttum í dag til dæmis komin markviss læsisvinna í öllum grunnskólunum. Við vorum í þessum hópi síðast sem að var í PISA þá mætti ég og alla 11 fundina og við viðurkenndum það, við þurftum að bæta ákveðna þætti. Við vitum það til dæmis að náttúrufræði þekking kennara er miklu minni heldur en var fyrir 20 árum. Það eru færri fagmenntaðir náttúrufræði kennarar að kenna heldur þegar við vorum í skóla. Hvað skýrir það? Sko við höfum alveg rætt það. Við höfum alveg áhyggjur af því að þó við séum sannarlega komin á betri stað launalega heldur við vorum fyrir einhverjum árum, þó við séum kannski ekki endilega sammála Hauki með það, við fundum mikinn stuðning í samfélaginu við okkar kröfur alltaf, en það er bara þannig. Þá er það þannig að við ræddum það og Áslaug Arna sem leiddi þá vinnu eftir síðustu PISA-könnun settust við niður og við höfum áhyggjur af því ennþá að við séum ekki samkeppnishæf einstaklinga eins og þú talar áðan sem hafa þennan brennandi áhuga þekkingu fyrir náttúrufræði og starffræði að við getum ennþá gert það eftirsóknarvert að koma inn í skólan okkar. Þar held ég að sé breyting frá því þegar við vorum að upplifa okkar skólagöngu. Svo höfum við það er erfitt hjá mér líka að skjóta á kennaranámið sem slíkt, þannig að ég veit að þar get ég ekki sagt mér. Ég held við þurfum að ræða það eitthvað líka. Og þar hefur við til dæmis verið að benda á. Við fórum nýlega til Skotlands og þar hafa Skotarnir lent í svipuðum vandræðum og við. Þeir hafa verið að lenda í því að það þotna upp kennarar í ákveðnum greinum. Og þeir hafa leyft sér það að segja, nú ætlum við að raða inn í okkar kennaramenntun einstaklingum sem að vali sér ákveðið námsfag. Við ræddum þetta líka á þessum fundum eftir síðasta PISA-próf að ef við viljum fjölga fagmenntuðum starffræðikennurum þá verður við sem samfélag að koma til móts við það með einhverjum hætti og þar fannst mér umræðan dálítið deyja þegar við heyrðum það mjög fljótlega að fólki fannst það ekki vera svo leið sem við gætum farið, það verður það einhvern að segja þegar Björn velur sér kennaraháskólan og vill komin í starffræðikennslu þá segir við, nú vantar okkur starffræðikennarinn í kerfið, hvernig ætlum við að gera það? Hver ræður því hvernig kennaranám er framkvæmt? Það er þetta menntavísindasviðið, Háskólann á Akureyri og Háskólaráðuneytið. Menntavísindasviðið, Háskólann á Akureyri og Háskólaráðuneytið. Þessi 3 aðilar. Og þarna, og ég hef alveg áhyggjur af því
að á þessum 3 árum sem að hafa liðið frá síðasta prófi höfum við ennþá ekki náð að komast á einhvern stað þarna. Því það er þannig og hvað þá þegar við sitjum uppi með það að við erum að kenna 30 ára gamla stærðfræðibækur sem svo sannarlega PISA-prófið, því PISA-prófið er uppsett með allt öðrum hætti heldur en mörg önnur próf. Það byggir á til dæmis lestri fræðigreina sem við höfum áhyggjur af að okkur gangi illa með, þannig að þetta sé ekki læsisvandi yngstastigsins sem við erum að horfa í, heldur hvar er það sem við hættum að fara í flókna texta. Það er umræða sem við höfum verið að horfa til. Það var líka umræða sem er þarna. Þú lest sjálfur inn auglýsingu sem við erum með hér á samstöðinni að það sé lygi að annarhver íslensku drengur kunni ekki að lesa sér til gagns. Já. Og ég ætla að leyfa mér að fullira það. Já, það sem að kemur fram í auglýsingunni hjá þér er að þegar kemur að því að lesa á milli lína, þá sé einhver misbrestur en þetta sé bara lygi. Sko, það sem að við höfum bent á, og það er nú bara eitthvað vitni hérna að Sigríður Ólafsdóttir sem að hefur nú verið mikið að ræða þetta á síðustu árum, að PISA-prófið mælir klárlega lestur flóknari texta. Þegar að menn segja að menn fari ólæstur út úr grunnskólanum, þá er það ekki rétt. Nei. Það er bara ekki rétt, vegna þess að í dag, við getum haft áhyggjur af símum og tölvum, en ég held að í dag lesi meðalbarnið meira, vegna þess að þau eru með símann sinn að lesa og þau ráða við það, en það aftur á móti þessi flóknari texti, þessi dýpri leskilningur sem vantar upp á. Þess vegna vorum við kannski að tala inn í þann, akkurat við tölum á hann, einhvers konar umræðum það. Fyrir auðvitað það að mér sárnar það þegar ég talaði strákan okkar þarna, því að þetta hefur því miður verið lengi umræða og Inga er alls ekkert fyrst til þess að ræða það að strákar í samfélaginu séu svona á þessum stað sem að mér finnst ekki góð leið því að þeir hafa líka styrkleika sko. En þú hafnar því að kennarar sem hópur þeim sé of tamt að kenna einhverju öðru heldur en þeirra eigin viðhorfi, framistöðu í skólastofunni, hvernig þeir hugsa starf sitt. Heldur þessi ekki eitthvað sem að kennarar geti bætt í? Sko, það er auðvitað bara þannig að þegar við erum að horfa á mælingu og kerfinu þá hefur stundum gengið ágætlega að vera bara í þessu samtali og það er rannsók sem fór mjög lítið fyrir sem að verða að skoða mun á skandinavískum kennsluháttum þar sem að okkur er bara bent á það að í íslensku kennslun okkar þá séum við ekki að fara nægilega mikið á dýftina og ekki mikið að velta fyrir okkur bókmenntunum og umræðinni. Það auðvitað hefur þýtt að við höfum sest niður svo við þurfum að verða betri hérna það ekki og þá erum við að horfa inn í þá hluti og þá skiptir mjög mjög máli að við séum svolítið öllu borðið á þessum stað. Við höfum svolítið verið að kalla eftir því og að við verðum að hlusta á það og það er alveg þannig Björn þegar að niðurstöður PISA koma þá setjast allir skólar niður, allavega allir unglingadeildarskólar, ég ætla bara að fullera það og þeir rýna í þetta hérna. Prófið mælir ekki hvert skóla fyrir sig, hann talar heilt kerfi og þú þarft að vera í stórum skóla til þess að geta mögulega að fengja ykkur út úr því, en það setjast allir niður og ræða það. Og svo er það kannski það sem að við viljum kalla eftir, sem er þá sumir sem telja það sem vörn. Við verðum að vera í samtali þar sem verður ekki sagt, og ég heldur ekki endilega glaða með það að ég segi, pólitíkin þarf að standa sig betur, en ég þarf ekki að standa mig betur. Við þurfum öll að standa okkur betur, en það er aftur á móti hver ætlar að leiða það samtal og hvað ætlar að fá út úr því sem mér hefur fundist vanta mjög upp á hérna og ég held til dæmis að því að ef við viljum horfa að ég nú líka verið að ræða við Eistland sem að svona óvænt skaust á toppin í þessu PISA-prófi og minna þau þetta PISA-prófi vissulega þannig að við leggjum það fyrir alla skóla en löndin velja þá skóla sem fara inn í það en ef við tökum það allt út úr þá held ég að það sem Eistónum hafi tekist er akkurat það sem við viljum kalla öflugar eftir er það að þeir voru í ákveðnu vanda í sínu samfélagi bara með misskiptingu mikla og þennan stóra hóp Rússa sem er alveg fjórðungu þjóðarinnar þeir menn urðu að setjast niður og tala saman og þeim bar held ég gæfa það var alveg erfitt að því ég verið að spila út í því að setjast niður og horfast í aug og segja herðu, hvað getum við öll gert betur þið þurfið að gera þetta betur, þið gera þetta vel við gerum þetta vel og þið getið gert þetta betur og það er svolítið það sem að ég meina þegar ég segi það að menntamálin einhvern veginn fá ekki viktina að þegar að umræðan verður eins og Haukur skýtur þarna fram og þetta fekk hann viðbröð kennara sem að stukki vörn og verður reið og það reiðir yfirleitt ekki góð leið til þess að vera í einhverju samtali að því ég held með svo margt að það er þannig að ég held að við Haukur hefum getið orðið sammálum alls konar þætti hérna sem að skipta máli fyrir ykkur öll og það er einhvern veginn þessi hefð sem verður við og þið
og allir byrja samtala og segja þú skalt nú biðjast afsökunarfélagi. Það er yfirleitt ekki leiðin til þess að nei, það er yfirleitt ekki leiðin til þess að búa til uppbyggilegt samtal og við hérna hjá Kennarasambandinu vonum það að því okkur langar í þetta samtal og við höfum bent á það í vísi auglýsingar, við höfum verið að segja bara efnum fagmennsku og stöðuleika, við verðum að hækka fagmennta hlutfallið okkar í skólunum, það er að droppa, okkur vantar fleiri kennarar til starfa, okkur vantar klárlega inn í greinarnar eins og náttúrufræðastarfræði. Heldur að þessi er hún ekki 15% launahækkun eða hvað þetta var síðast, heldur að hún mun ekki skila sér í? Jú, við greinum það, ég ætla að lefa mér að segja það og það virðist vera að meta aðsóknin í kennaranámi núna, sem er jákvætt. Sem kann að tengjast því að nú vita umsækjendur að það er eftir meira slæða. Ég vonandi, og auðvitað erum við ekki komin, ég ætla alveg að fullera það, við erum ekki komin í það endamark sem við þurfum að vera komin, við erum ekki komin á þann stað sem við viljum vera launalega, þetta var klárlega gott. Þú berð ábyrgð á verðbólgunni og vöxtunum, þú veist það. Við getum rætt það hérna, það er efni í annar klukkutíma, en ég held að það er kannski kjarnin í þessu sem að við langar að einhvern veginn komi hérna einmitt fram og ég myndi að Haukur Vísson er fjölmiðla glaða og hérna formann Kennarasambandsins. Já, orðhvata. Ég var glaður að heyra það, vegna þess að það er eitt af því sem við höfum verið að fylgjast með og það ætla ég að leyfa mér að segja, að gefa okkur ákveðna von að við fylgjumst mjög með umræðum skólamál. Já. Og við höfum verið að fylgjast bara með því vegna þess að það er einfalt að finna út hvað er margar fréttir, hvað er margar mínútur sem við fáum í þáttum eins og þínum, að það hefur aukist. Það hefur bara virkilega aukist, það eru fleiri kennarar að skrifa greinar, það er fleira fólk í samfélaginu að vilja skrifa greinar, þannig að við okkur finnst við vera á þeim stað að við séum vonandi að ná fleiri röddum inn í þetta og okkur langar núna á næstu missurum og mánuðum, þess vegna var næsta eftir hérna þess að við vorum að tala fjárfestinguna, þá vorum við að keyra í verkefni sem við erum ennþá að segja að við mótum framtíðina saman, þess við verðum að búa til þetta samtal, því að við erum 80.000 börn inn í kerfinu okkar, í leikurinn og framhaldsskólum og þetta er ekki 2 foreldrar hvert barn en við teljum að við séum að snerta svona kannski 200.000 manns daglega, og það er að tala börn, við erum að tala foreldra, afar, ömmur og þetta er helmingur þjóðarinnar sem hefur þessa daglega snertingu við þennan vettvang á hverjum degi upp með skólaárið í gangi og við verðum að gefa þessum málaflokki það vægi að við setjumst yfir þetta allt og spurjum og ræðum þetta sem við erum búin að gera, hvaða hlutverk höfum við, hvernig ætlum við að lifa af framtíð sem að gerir ekki lengur kröfur að við kunnum höfuðborgirnar utan af, hvernig ætlum við að koma alvöru lægi á öll samskipti foreldra og heimila sem eru 95% góð. Þetta eru punktarnir sem við viljum ræða og höfum pínu ágjörð af því þegar umræðan verður afmarkaðan þátt í PISA-prófunu eða hvort við ætlum að segja A eða 10 eða hvort að farsíminu með í skólanum eða ekki. Þessir dálksentimetrar, þessar mínútur sem fara í umræðuna þar komið vekk fyrir hitt. Þess vegna ætla ég núna að fara heim og hlusta á þáttir sem varst að gera í gær, því ég náði því ekki, að því að það gleður mig mjög að við séum komin að ræða þessa þætti sem við viljum, ef við ætlum að ná árangri, hvað er það sem við getum bætt, þá verðum við ég lofa því að kennararnir sem verða við boðið þeirra umræði munu algjörlega rýna inn í sinnran og gera betur. Í þeim þætti kom fram að ég held að hafi verið á tímabilinu 2010 til 2015 sem að var verið að spyrja Sovjetríki í landafræði. Nákvæmlega. Aktuelt dæmi. Já, en já, ég þakkaði kærlega fyrir að koma hérna og ræða við mig og þetta er búið að vera að mínum að þetta er gott spjall og ég sé þið nú ekki fara í vörn út af neinu sem að maður imprar á sem er gott, þannig að orðkvatur eftir kannski stundum en mér veist þú ekki hrókafullur. Takk fyrir það. En Hauki finnst kennarar hrókafullir og það er vegna þess kannski að það er kreft að kennurum. Ef maður er í vörn þá, ef maður finnur fyrir einhverju vanmætti þá verður maður stundum hrókafullri en ella, bara svo ég tali fyrir sjálf á mig, hróki getur verið mitt varnar viðbragð. Haukur segir þessa afsökunarbeiðni þurfum við að sjá og í framhaldi að henni alvöru umræður hvað þarf að breytast til að skólarnir kenni nemendum námsefni. Það vantar allt lítillæti hjá kennurum sem augljóslega ná ekki viðunandi árangur í störfum sínum. Ef kennarar upplifa það þannig að þeir séu alltaf í varnarstöðu, það sé alltaf verið að ráðast á þá getur það, eins og ég segi, það getur brotist út í því að í stað þess að anda djúpt og svona þá stundum missur það eitthvað út úr þér ef þið líður þannig að þú sért yfir höfuð bara alltaf í vörn en þú ert að segja okkur að við þurfum að beina spjótum okkar að ýmsum þáttum, þetta séu mörg svið
sem að við þurfum að huga að. Eitt af því sem að menn tala mikið að sé handónýtt, það þessar stofnanir sem alltaf að skipta nafn, hvað sem það heita menntavísindastofnun, námsgagnastofnun eða hvað það heitir. Ég hef engan heyrt bera blaka af þessum stofnunum. Ég held að það sé eitthvað til í því að þetta séu bara meira og minna hafi verið handónýttar stofnunir. Ég veit ekki með skóla þróunarsviðið þarna í Háskólanum á Akureyri, hvað þau að gera? Af hverju eru þau á Akureyri? Sko, ef við breyðst því, sko, ég held að við séum klárlega á góðri leið þar. Eitt af því sem við höfum bent á mjög lengi það að eitt af því sem við Íslendingar höfum ekki orðið góði, það eru matskerfi á skólastarfið okkar. Það þú ferð út til Norðurlandana eða þú ferð til Bretlands sem kannski íktasta dæmið, þá menn búin að koma sér saman það hvernig ætlum að meta skólastarf. Og það er kerfi sem var sett inn í lögum grunnskóla 2008 að hér ætlar ráðuneytið ætlar að sjá það sem heitir ytra mat og svo hvert samfélag hver skóli verður með innra mat. Og þetta fór af stað. Og við vorum mörg hver sem að lærðum einhver innra matskerfi þar sem við vorum að spyrja fólk út í það ólíka þætti og svo var búið til ytra mat hjá ráðuneytinu. Við verðum að tala íslensku með það. Því miður endaði gamla menntamálastofnun í miklum, það var mikill ólestur þar í gangi. Og það hefur kostað? Það hefur kostað, sannarlega. Og svo voru þetta gerð ákveðin mistök þegar breytingin verður frá menntamálastofnunin í Miðstöð menntunar og skólaþjónustu þar sem hvernig menntamálastofnun lögðu niður, hvernig viðskilin voru. Það var lengi verið að búa til lagaramma þá stofnun. Ég aftur á móti hef miklar væntingar til þess að menntamálastofnun eins og hún í dag, að þar séum við komin með fólk sem á réttum stað. Nú, þetta eitthvað öðruvísi fólk að það sem hefur verið að vinna? Já, það var öðruvísi fólk. Ég held að einn stóri vandi menntamálastofnunar var akkurat það að það var ekki nægilega skýrt nákvæmlega hvað við vildum fá út úr því. Og bara samræmdaprófsmálin sem enduðu bara svolítið á því, við vorum farin að eyða litlum peningum og í bara tæknibúnaðin í samræmdaprófunum, við vorum alltaf að minnka kröfur þar. Þýddi það urðu klárlega árekstrar sem höfðu áhrif á starf menntamálastofnunar. Og svo þetta að við einhvern veginn það var ákveðið að setja pásu á þetta ytra mat. Þetta var þannig að það fólk fórum héruð og mátu, bara settust inn í skólastofu, fóru og hittu samfélaginn og mátu hvernig gengur og hvað gengur vel og hvað gengur illa. Út úr því komu, maður fekk svona yfirlitsblað og því miður þá kannski stoppaði það svolítið þar. Og þess vegna var svo við skulum hætta hérna með þetta, við skulum að búa til kerfi, við þurfum að hafa meiri samtal það hvað það sem að Stykkishólmur vill fá út í skólastarfinu, hvað vill Reykjavíkurborg, hvað vill ríkið fá út úr þessu. Búum okkur til nýtt kerfi og það ennþá þar að það ekki búið að búa til það kerfi. Og þar auðvitað held ég að verða að vera forgangsverkefni ef við ætlum að fara inn í svona samtal, þá það eitt það sem við höfum bent á, hvað ætlum við einmitt, hvað ætlum við að leggja miklu áherslu á það sem við vorum að tala hérna áðan, að skólinn að koma til móts við alla. Hvað ætlum við að vera, ætlum við að segja upp átt skólinn jöfnunartæki, við segjum það ekki lengur alveg upp átt, við erum sammála það og ég held að við sem samfélag séum sammála það, en við heyrum alveg raddir eins og þú ert að vísi að segja, það getur ekki verið áherslan, það þarf bara að vera að hvert barn þarf að fá allt út úr sínu námi, skilurðu, sko. Að þetta það sem að ég hef alveg bent á það í samtölum við Menntamálastofnun, við ríkið og klárlega þegar stjórnmálamenn vilja koma hitt okkur sem ofáður, ég auglýsi bara eftir því þeir hitt okkur, þá hef ég bent á þetta að Menntamálastofnun núna hefur átt að vera nýtt plattform, það komin reglugerð þá og þá verður að forgangsraða þeim verkefnum sem skipta mestu máli fyrir kerfið. Þar hef ég bent á það að vera algjör forgangur, við bregðumst við námsgagnaþurfinni, það er farið að há okkur mjög, þessu illa okkur gengur að fá námsgögn og þá að leggja þá kvöð á kennara sem að klálega kennararnir okkar þurftu ekki lendi, að búa til námsefni í hverju viku fyrir börnin, það bara eitthvað sem við ætlum ekki lendi og svo verðum við að treysta því að þarna verði stofnun og hún hafi til þess völd og identity til þess að fara og meta skólastarf út af þeim kostum sem við viljum meta vegna þess að það er mjög skökkmynd af íslensku skólakerfi, ég ætla alltaf að PISA-könnuna eina á sér meta hvað við gerum. Hún er yfirlitsmynd, ekki bara lestur starffræði og náttúrufræði, heldur bara hvað kerfið sterkt og hvað það slagt. Því miður náðum við of sjaldan að tala um hvað það sterkt. En ég bara, ef mér tekst að gera eitthvað hérna á næstu 3 árum, að því maður veit að þeir koma að lifa í þessu starfi, maður láta kjósa sig, þá væri það heldur það sem ég byrjaði að tala um þegar ég byrjaði þessu starfi. Við verðum að búa til samfélagssáttmála hvað við viljum fá út í skólanum okkar og við verðum að búa til mat sem við erum sammála að við leggjum sem mælikvarða hvernig við náum árangri og það verður Menntamálastofnun að setja í algjöran forgang að mínu viti.
Það er loka orðin að þinni hálfu, þú kannski tekur eftir því að ég hef ekki minnst á einkunnakerfi kvarða sem þó var nú held í einn kveikjan að þessum skrifum hans Hauks en mér finnst við ekki þurfa að ræða það í löngu máli, það er bara þetta mál er í gangi og hérna sjáum hvernig það fer. Og svo það sé nú bara sagt, þá veit ég það að í gær, þá voru fyrstu fundir með þessum innleiðingateymum og ég held að þar séum við með verkefni sem við munum leysa, en það er ekki stóri sannleikurinn í því sem við erum að tala um. Og það er það sem ég svolítið kalla eftir, að stjórnmálin, sveitafélagunum, niður alþingi, setjist yfir þessi stóru mál, hvernig við ætlum að fara þarna, en ekki afmarka þætti farsíma eða einkunnagjöfin í einu vargangi. Það er góðu þáttur að kalla hana Ingu, einhvern frá þessari stofnun, heitur Ingi Þórdís, sem að stýrir hérna. Hvað heitir hún? Menntamálastofnun. Við hefum ekki miðstöð menntunarskólaþjónustu. Ég sagði gamla varmið. Kannski einhvern að norðan úr skólaþjónustunni þar. Og þig, það væri gaman að ná öllum saman hér að umbótum og svo er boltinn hjá almenningi að miklu leyti. Hann er að einhverju leyti innan heimilana. En við sem búum á íslenskum heimilum, við erum svolítið ringluð og við höfum verið hugsi. Og takk fyrir að taka þátt í þessu spjalli. Takk fyrir mig. Við höldum áfram eftir andartak, hlustendur og áhorfendur, nýr kafli ekki frá langt. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu er brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.